Velkomin! Í þessari yfirferð ætlum við að kafa ofan í eitthvað sem fær hjarta til að slá örlítið hraðar hjá flestum sem elska fótbolta, nefnilega vítaspyrnuna. Við heyrum að svo ofta vítaspyrnu séu bara eitthvað tapdrætti, eitthvað lottó, ekki satt, bara spurning að vera heppin og rétta augnablikki. En vitið til, það bara alls ekki rétt. Fyrir íðikendur og þá sérstaklega krakkar í 5. flokki sem var að stíga sín fyrstu alvöruskref í keppni, þá vítaspyrnan í raun gríðarlega stjórnanlegt og endurtekningabætt ferli. Við ætlum að brjóta þetta ferli niður í frumyndir sínar og sína hvernig rétt nálgun getur algjörlega breytt þessari yfirþyrmandi pressu í algjört öryggi. Alltalega, vindum okkur beint í þetta. Það er einn mjög skýr og algjörlega lykilsamanburð sem liggur til grundvallar allri þjálfung á punktinum. Það er mjög algengt að ungir leikmenn falli í þá gryfju að halda að eina leiðin til að skora úr víti sé bara að þruma boltanum eins fast og mannlegur máttur leyfir. En málið er, undir mikilli pressu, þá er hrár kraftur ótrúlega óáreiðanlegur. Þegar reynt er að hreinlega mulbrjóta boltan inn, þá fer skotið íðurlega hátt yfir eða bara allt og lagt framhjá. En á hægri liðinni sjáum við lausnina. Tækni og ró. Þetta snýst, þegar öllar á botninghvolt, að hafa stjórn á aðstæðunum, frekar en að láta þær stjórna sér og að treysta algjörlega á vöðvaminninu sem búið að byggja upp á æfingum. Til þess að ná raunverulegum tökum á þessu, þá ætlum við að skipta ferlinu niður í 3 mjög skýr skref. 1. Undirbúningur, 2. Aðhlaup og 3. Nákvæmni. Þessi þrepaskipting er ekki bara eitthvað sem á við í barnaboltanum, alls ekki. Þetta er bókstaflega, nákvæmlega sami trástigunnurinn og allra stærstu hetjarnar á heimsmeistaramótinu nota þegar pressan er í sögulegu hámarki. Og fyrir þjálfara sem er að vinna markvisst með 5. flokk, þá er þetta algjörlega frábær og hagnýtt leið til að gera mjög flókið ferli auðskiljanlegt og síðast en ekki síst að draga úr þessum eðlilega kvíða sem leikmenn finna fyrir þegar dómarinn flautar og bendir á punktinn. Fyrsta skrefið. Undirbúningur. Við erum að tala andlega stjórn á punktinum. Hérna er allur okkar fókus settur á hugan og hvernig brugðist við áður en boltin er yfirhöfuð snertur. Við erum ekki einu sinni byrjuð að glópa á boltanum hér. Þegar gengið er að punktinum er alveg fullkomlega eðlilegt að stressið gerir vart við sig og hjartað byrjar að pumpa hraðar. Svo stóra markmiðið okkar hér er að stjórna ferlinu til þess hreinlega geta stjórna púlsinum. Fyrir þessa ungu leikmenn er eitt allra stærsta skrefið á ferlinum að læra að ná tökum á eigin tilfinningum á þessu mikla spennu augnabliki. Með því að taka sér góðan tíma, draga andan og flýta sér ekki að framkvæma spyrnuna, þá gefum við tækninni það andrými sem hún þarf til að blómstra. Og þetta er akkurat það sem við sáum bestu leikmennum heims gera. Hugsið ykkur bara eitt besta dæmi þetta andlega jafnvægi. Lionel Messi í þessum gríðarlega mikilvæga leik gegn Króatíu á HM. Áður en dómarinn yfirhöfuð flautaði og áður en hann byrjaði hlaupið, þá stóð Messi bara algjörlega grafkyrr. Hann horfði beint fram og tók mjög djúpa, rosalega meðvitaða öndun. Og þetta virkar. Með því að temja sér þetta, þá næsta sér eftirsótta ró á punktinum, taugaveiklunin minnkar til muna, hjartsláttur rós niður og leikmaðurinn hreinlega gerir sér kláran til að gera nákvæmlega það sem hefur gert 1000 sinnum áður úti á æfingavelli. Ekkert meira, ekkert minna. Þá færum við okkur yfir í skref 2. Aðhlaup. Hér skoðum við staðsetningu og hornið á boltanum. Nú færum við okkur aðeins frá andlega hlutanum og yfir í sjálfa líkamsbeitinguna og rýmisskynjunina. Hér erum við nefnilega farin að tala hreina líkamsfræði og geometriju. Málið er að það skiptir einfallega gríðarlegu máli að byggja upp fast aðhlaupshorn. Og rannsóknir sýna okkur að hið fullkomna þjörhorn er það bil 35 gráður. Með því að miða við að vera alltaf innan þessa 30-45 gráður ramma í stað þess að hlaupa beint framan á boltan eða úr allt og víðu horni til hliðar, þá skapast nákvæmlega besti mögulega grunnurinn til að opna mjaðmirnar rétt fyrir spyrnuna. Ef við kennum leikmennum í 5. flokki strax að taka nákvæmna sömu skrefin og stilla sér upp í þessu ákveðna horni í hvert einasta skipti, þá búum við til ómetanlega og örugga rútínu sem einfallega svínvirkar. Annað sem fylgir beint í kjölfar aðhlaupsins og algjörlega eitt mikilvægasta hugtakið í þessari tækni stuðningsfóturinn. Þetta fóturinn sem lendir og gróður setur sér þétt við hlíðboltans rétt áður en sjálft sparkið á sér stað. Gott að hugsa þetta svona. Ef við ímyndum okkur að spyrna sér skip, þá stuðningsfóturinn hreinlega akkerið. Ef þetta akkerið ekki tryggt eða rennur til, þá stefnir skipið auðvitað í allt aðra átt. Þessi fótur algjör jafnvægispunktur fyrir alla hreyfinguna. Það bara þannig að hann sterk stundingsfótar fjúkur öll nákvæmi beint út gluggan. Skólabókardæmið akkurat þetta náttúrulega enska landsliðshetjan, markavélin sjálf, Harry Kane.
Ef við skoðum vítinas alveg í smáatriðum, þá sjáum við að Kane plantar þessum stuðningsfæti svo rækilega og ofarlega niður við hlið boltans að það myndast bókstaflega grjótharður grunnur, líkaminn fær þarna algjörlega gífurlegan stöðuleika áður skotfóturinn yfirhöfuð byrja hreyfinguna sína. Við kallum þetta oftar en ekki Harry Kane akkerið og það akkúrat þetta sem við viljum leggja ofuráherslu á við ungu leikmennin á eyfingum vegna þess að áherslan og þennan trásta jafnvægispunkt skilar nánast alltaf marki mörgum árum áður en leikmaðurinn hefur byggt upp einhvern rosalegan líkamlegan styrk í skotfótinn. Skref númer 3. Nákvæmni og hvernig við veljum okkur skotmark. Ok, svo nú þegar búið að stjórna huganum, við erum búin að ná púlsinum almennilega niður og stilla upp í þetta fullkomna aðhlaup. Þá snýst þetta allt saman lokarniskin, framkvæmdina að koma boltanum yfir línuna. Lykillinn á velgengni hér í rauninni að velja skotmark mjög snemma í ferlinu og svo hreinlega að hunsa markmanninn algjörlega. Ekki láta hann trufla eitt eða neitt. Svo lykilatriði hérna að velja sér alltaf innanfótarspyrnu þegar farið á punktinn. Innanfótarspyrna eins og við þekkjum flest felur í sér að við nýtum stærri og flatari hluta fótarins. Það gefur okkur algjöra stjórn á því nákvæmlega hvert boltinn fer og markmiði hérna auðvitað að beina boltanum af gríðarlegu öryggi beint í hliðanettið, örugglega framhjá allri mögulegu seilingu hjá markmarðinum. Stærsta kennslustundin hér fyrir yngri flokkana þessi, að slá aðeins af hraðanum til að tryggja að boltinn ratir á nákvæmlega réttan stað. En svo við sögðum áðan, staðsetning trúmpar henlega alltaf þennan villta, stjórnlása kraft. Nú það sem virkilega áhugavert við þessa glæru og reyndar rannsóknir á vítaspyrnum yfirhöfuð þessi nákvæma stærðræði, 30 centimetrar. En hvert nákvæmlega eigum við að miða knettinum? Sko, besta og langlógiskasta skotmarkið inni í markramanum neðstu 30 centimetrarnir í markhotnunum, algjörlega niðri við jörðina, sitt hvorum megin. Af hverju? Jú, vegna þess að það tekur markmennin nefnilega lengstan tíma að komast alla leið niður í þessi neðstu hotn. Ef boltanum rennt hratt og öruglega með innanfótarspyrnu í þetta rými, alveg niðri við grasið, þá eiga markmenn bara nánast enga von á að ná honum. Og við sjáum þetta ítrekka nýtt til fullnustu á stærsta sviðinu í bransanum. Hugsum okkur til dæmis bara vítaspyrnurnar hjá Kylian Mbappé í þeim stórkostlega úrslitaleik á HM gegn Argentínu. Undir meiri pressu en hægt að ímynda sér, þá beitt hann nákvæmlega þessari aðferð. Hann setti boltan alltaf lágangandi af gífurlegri nákvæmni alveg úti við stóngina. Og svo erum við að vilda með unga leikmanninn Bukayo Saka sem hefur sýnt þessa fullkomnu tækni aftur og aftur. Hann staðsetur boltan hreinlega meistaralega vel í neðstu hornunum án þess einu sinni að reyna að rífa netið með spurninni. Þeir stóla á réttu staðsetninguna, ekki hefnina. Til þessu að draga þetta allt snarlega saman í einn mjög hagnýtan pakka. Þá erum við hérna með geggjaðan gjátalista fyrir 11 metrana. Þetta nákvæmlega það sem þjálfarar og iðgjendur geta tekið beint með sér á næstu æfingu. 1. Taka djúpa öndunarpunktunum og finna þessa innri ró áður en nokkuð annað gerist, rétt eins og Messi. 2. Hlaupa boltanum í föstu 35 gráðu horni og planta stundingsfætinum tröstlega eins og akkeri við boltan, alveg eins og Kane gerir alltaf. Og svo þetta 3. Nota innri hlið fótarins, sjálfa innan fótaspyrnuna til að stýra boltanum af yfirvegun í næstu 30 centimetrana, beint í hlíðanetið eins og Mbappé og Saka. Að lokum sitjum við eftir með þessa mikilvægu spurningu. Ekki bara komin tími til að hætta stóla á einhvern ófyrirsjáanlegan og áhættusaman kraft á stóru augnablikunum? Ekki betra að fókusa frekar alfarið á þessa vel úthugsuðu sönnuðu tækni sem við vitum fyrir vist að svínvirkar jafnvel í úrslitaleikur heimsmeistramóti? Vítaspyrnan ætti nefnilega aldrei að vera einhver yfirþyrmandi stressandi upplifun þar sem við getum bara vonað að besta. Hún á að vera okkar tækifæri, augnablik sem skapar mikið öryggi, svo framlega sem við treystum ferlinu. Gangi okkar ungum leikmunum vel að æfa tæknina að punktinum á næsta æfingu og takk kærlega fyrir að fylgjast með.